Hér undir býr orka. Hér unnt að draga heitt og kalt vatn og vinna einnig úr gufunni rafmagn. Og hér þetta skapa orku, skapa okkur þúsundir vellaunaðra starfa, en leið fara vel með þessa náttúru perlu. Við íbúar eigum þessa auðlind, við eigum hana, ekki einhverjir einkaaðilar, hvorki íslenskir eða útlendir. Það tilviljun að við eigum þessa auðlind? Nei. Við í forystu Reykjanesbæjar höfðum frumkvæði að því að kaupa hana. Ég ætla að segja ykkur þá sögu í hnotskurn. Árið 2007 var Hitaveita Suðurnesja 100% í eigu ríkis og margra sveitarfélaga. Hitaveitan átti land og auðlindir og vann við að flytja heitt og kalt vatn til heimila og fyrirtækja og setja upp virkjanir og framleiða rafmagn. Árið 2009 höfðu allir þessir opinberu aðilar selt sig út úr hitaveitunni. Það byrjaði á ríkinu og svo komu sveitarfélögin á eftir. Allir höfðu selt sig út úr HS nema eitt bæjarfélag og það heitir Reykjanesbær. Áður en Reykjanesbær hefði selt sinn hlut, höfðu verið sett á Alþingi ný lög orkufyrirtæki. Þau voru sett undir forystu Samfylkingarinnar og þau sneru að því að skipta orkufyrirtækjum upp í tvennt. Annars vegar samkeppnisrekstur sem var orkuframleiðsla og sala og hins vegar sérleyfisrekstur sem var dreifing og sala á heitu og köldu vatni og flutningur á rafmagni til heimila og fyrirtækja. Með þessu átti að fá einkafjármagni í samkeppnisreksturinn. Það framleiðslu og sölu á rafmagni en tryggja meirihluta eigu opinbera aðila á veitukerfunum til heimila og fyrirtækja. Þegar þessi lög fóru í gegn, höfðu öll sveitarfélögin sem áttu áður í HS selt sinn hlut nema eitt og það var Reykjanesbær. En áður en við seldum okkar hlut í fyrra, þá tryggðum við að við keyptum af HS allar auðlindir undir virkjunum. Við keyptum land og auðlindir til þess að þær kæmust þannig í opinbera eigu. Síðan seldum við okkar hlut í samkeppnisfyrirtækinu HS Orku sem virkjar en keyptum meiri hlutan í HS Veitum. Hvorki einkaaðilar á Íslandi eða í útlöndum stjórna verðinu. Við eigum HS Veitur, við stjórnum verðinu. En það bara virkjanahlutin, áhættu fjárfestingin sem getur komið frá einkaaðilum ef þeir kosta því til. Það að þessir einkaaðilar væru betri ef þeir væru Íslendingar en útlendingar, það skil ég ekki. Hvernig fá menn það út? Hvernig hefur íslenskum auðmönnum vegnað betur en útlendingum að fjárfesta á Íslandi í þá Íslendinga? Ekki byggðu þeir álverin, ekki byggðu þeir járnblendið, ekki eru þeir að byggja kísilverið, ekki eru þeir að byggja gagnaverið og ekki eru þeir að afla fjármagns í flugverkefni sem við erum að berjast fyrir eða á ríkið að eiga þetta allt. Muna menn eftir áburðarverksmiðjunni í Gufunesi, sementsverksmiðjum ríkisins eða síldarverksmiðjum ríkisins. Það athyglisvert að þeir sem hafa hamast gegn okkur í fjölmiðlum og fá til þess nægt rými eru ráðherrar og þingmenn Vinstri grænna. Við fáum stundum birtar leiðréttingar á rangfærslum þeirra stundum. En það athyglisvert að það heyrist lítið frá ráðherrum Samfylkingar í andstöðu við okkur, enda skiljanlegt þeir stóðu að þessum lögum, uppskiptingu á hitaveitunni og opnun á að einkafjármagn gæti farið í virkjanir. Og það ekkert slæm lög. Því við, forsvarsmenn Reykjanesbæjar, höfum tryggt að auðlindir hér eru í almannaeigu og lögin tryggja svo að þær fara aldrei úr opinberri eigu. Eigandi HS Orku, hvort sem hann útlendingur eða Íslendingur, hann verður að setja sig undir samninga þeirra sem eiga auðlindina, sem eru íbúar sveitarfélagana eða ríkið. Hann verður að setja sig undir leyfakerfi og eftirlit ríkisins sem Orkustofnun og hann verður að gangast undir samninga sem þegar í gangi sölu á orku til fyrirtækja eins og álvera, kísilvera, gagnavera fyrirtækja sem að skapa þúsundum Íslendinga vel launuð störf. Og hvort þessi aðili megi svo hafa hagnað af fjárfestingunni? Að sjálfsögðu. Haldið að hið sama gildi ekki aðra útlendinga sem hafa komið með fjármagn hingað í álverin og öll þessi verkefni sem ég taldi hér upp. En eftir situr gríðarlegur hagur hér heima og það sem mestu skiptir vellaunuð störf fyrir ykkur, auðlindatekjur ríkis og sveitarfélaga, skattar ríkis og sveitarfélaga
Látum ekki villa okkur sín. Höldum áfram. Við höfum föst tök á þessum verkefnum. Við erum að styrkja ykkar fjárhag með betur launuðum og öruggari störfum og við erum að styrkja fjárhag Reykjanesbæjar með því að auka tekjur hans, ekki með því að skera alla þjónustu niður við trog. Stöndum saman, byggjum upp í orkumálum, verjum auðlindina, styðjum XD. Here comes the sun, here comes the sun, I say.